Við velkomin í þetta streymi frá stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu. Ég hér með systrum mínum í listinni, leikkonunum í sokkabandinu, Birgittu og Elmu og Ardísi. Það eru orðin hvað mörg? 5 ár. 5 ár síðan að við settum upp þessa sýningu, History, hérna inn á litla sviðinu. Og það var samstarfsverkefni sem sagt Borgarleikhússins og leikhópsins Sokkabandið og verkið eftir Kristínu Eiríksdóttur og þetta var bara svona kommissjón, var það ekki, eða svona pantað verk? Jú, við pöntuðum þetta hjá Kristínu, báðum hana að skrifa verk fyrir okkur og svo hittust við oft og mikið og fengum þess, og þá kom þessi hugmyndu upp, sem sagt þessar 3 stelpur, þessar vinkonur. Og svo bara þróaðist þetta með þér áfram líka og fleirum. Einmitt. Og við ég lesa alls konar dóma, þetta fekk alveg rosalega flotta dóma. Þetta var rosalega 5 stjörnur í Mogganum og allt. 5 stjörnur á Mogganum? Gott að það komið fram. Já. Það er mjög gott. Já, þetta var virkilega skemmtilegt. Þetta var mjög skemmtilegt. Gekk vel og lengi, margar sýningar og svo fórum við norður. Við fórum norður, já. Einmitt. Og þetta náttúrulega, verkið ekki, það tengist í rauninni, það byggir á, má ekki segja það, það byggir svolítið á nokkrum málum sem að í svona íslenskri sögu, þar sem að unglingsstúlkur fara út af sporinu, lenda út í skurð. Og þær eru uppkomnar og þær eru að hittast aftur eftir 25 ár. 25 ár. Þær voru bestu vinkonur, en núna eru þær ekki einu sinni vinkonur á Facebook. Einmitt. Og þær eru að hittast. Það er að hittast heima mér í kvöld. Til að hreinsa. Til að hreinsa. Til að hreinsa. Já. Uppáhaldssetningi minn í þessu verki einmitt, tengist þessari hreinsun og hún einhvern veginn svona, ég man nú ekki hver á hana. Og hvað heldur það gerist? Já. Heldur það tilfinningaflækjur okkar rakni upp og verði að marglitu bandi sem við getum svo prjónað úr peysur. Þannig okkur verði aldrei aftur kall. Svo okkur verði aldrei aftur kall. Það er þín á hana. Já. Einmitt. Já, það má alltaf reyna. Já. Svo voru rosalega miklir, það voru alls konar ljósaeffektar og tónlist. Og ég man að það var, við vorum krítisirðir fyrir að vera með subbuskap. Já, henda ykkur og grýta ykkur, já. Brjóta hluti. Já. Manstu, þú varst með mold, þú varst með blómapott. Einmitt. Og bjóst til mannaskít sem þú lagðir á teppi á miðsviðinu og við vorum búin að gera gat í gólfið og tengja reykvél þannig að svo rauk úr mannaskítnum. Það er kannski svona mynd sem fólk má bara hafa í huga svona undir lestrinum. Og ég grýtti blómapotti bara alltaf í hvert nýjum blómapotti og það fóru brot út allt. Þetta var upp á líf og dauða. Þetta var alveg upp á líf og dauða, já. Og svo voru barbidúkkur og pónihestar. Og pónihestar, svali. Jarðarberjasvali. Jarðarberjasvali, piparbrjósikur, landi og bleikt húpa búba. Hermannaklossar. Og þú söngst, Birgitta. Já. Ætlar að syngja á eftir? Hver veit. Já, hver veit. Já. Það var þarna atriði sem á sér stað í Netto út á Granda. Já. Miðanótt. Og snýst eitthvað svo pissaðir á sviðið? Já. Ég var gefið allt upp. Ég er svona að sækja sjónrænu áhrifin áður en við byrjum. Þá varstu með svalafernu sem þú kreistir. Já. Það var geggjaflott. Var það jarðarberjasvali? Já.
góð lykt af pissinu. Já, einmitt. En við ætlum svolítið að Láttu lesa... þetta vera lokaorðin. Við ætlum að lesa þetta og þetta verður eitthvað. Þetta er náttúrulega svolítið flakkar fram og aftur í tíma. Það eru ungar og eldri og... Já. Fara eiginlega í svona þerapíu þetta kvöld og aftur í tíman. Og von í ruslarennu minningana minnum með eitthvað stað, það kemur eitthvað svona ruslalúu minningana. Bara einhvern veginn onni. Manstu þegar mamma þín læst okkur inn í geymslunni? Já, inn í kompunni. Já. Ruslakompunni. Í ruslakompunni. Þið ættu kannski, á eftir þegar þið lesið, bara gefa svona smá pásu áður en það stökkva aftur í tíma. Já, við munum gera það. Já. En eigum við ekki bara stökkva öll aftur í tíma 5 ár og leiklesa History eftir Kristínu Eiríksdóttur? Jú. Ég segi bara eins og á æfingunum í gamla daga, gjörið þið svo vel. Takk. Óumbúið rúm, sólin skínin glugga, plakkut á vegg, Michael Jackson, Bad, Michael J. Fox, Back to the Future, Axl Rose, hvítur hestur. Á gólfinu situr skuggi af lítilli stelpu. Hún snýr baki í áhorfendur, niðursokkin í leik. Skugginn rífur gat í myndina. Kvöld, heima hjá Dagnýju. Þið eru lítil dýr úr plasti. Apaskinshúðu þvottabjarnar fjölskylda í skókassa. Dýpst inn í fataskáp vegna þess að þið eru stolin. Ef mömmur okkar sæju ykkur er hringt á lögregluna. Það eru þið. Rikugar ilmsápur úr Body Shop, trúðastyttur úr Blómavall, allsber lukkutröll. Þið eru allsber lukkutröll. Við höfum eiginlega aldrei orðið til. Við erum eiginlega bara að hrúa af óhreinum krumpugöllum. Fjólubláum, bleikum, skærgulum, grænum, glansandi í hrúu á flísalögðu baðherbergisgólfi og teygjur með hárum og spennur með hárum og bursti með hárum og jarðarberjailmur. Og í stóra speglinum á baðherberginu hjá Lilju eru fígúrur. Hvaða fígúrur? Ég segist vera feit, púffa út magan og Lilja, þú getur talið í þér rifbeinin. Dagný beygir hausinn aftur þannig að hárið nær niður fyrir rass. Þið eru með fæðingabletti, en ég er ekki með neina. Mamma getur ekki sagt mig hvers vegna. Enginn veit það, segir hún. Enginn veit hvers vegna sumir eru með fæðingabletti, en aðrir ekki. Sæl. 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 Mikið er þetta fín íbúð. Er þetta leigja eða? Ég keypti mér hann 2003, en ég er náttúrulega að borga af henni. Það er alveg rosalegt hvernig lánin... Leigumarkaðurinn er algjört mörder. Býtu, eru börnin þá kannski í Hagaskóla? Já, ekki börn. Fyrirgefðu. Ég gerði bara ráð fyrir því einhvern veginn. Þú veist, ég get verið svo vitlaus. Ég heldur ekki börn. Já, ok. Þú átt sem sagt börn. Já, 2. Strák og stelpu. Og hvernig er það að virka fyrir þig? Þau eru bara alveg yndisleg. Strákurinn er 12 ára og stelpan er 15. 15? Já, hún er 15. 15. Áttu þá kannski mann líka? Já. Eða, við erum skilin. Við skildum fyrir 3 árum síðan en við erum sko mjög góði vinir. Hversu góði vinir? Bara mjög góði sko. Já. Já, eða við söfnum sko miniatúrum úr gleri og þurftu það svona að hreyfa okkur eftir alveg ákveðnu kerfi. Ég er svo glöð að þið gáttu komið. Já, það er svo gott að sjá ykkur. Ég verði alveg að viðurkenna að ég var pínu stressuð. Já, hvað ég líka. Er annars einhver sérstök ástæða fyrir því að þú vildir að við hittumst? Já, við erum nú æsku vinkonur. Já, við erum líka ýmislegt annað. Já,
Já, ég vildi reyndar, mér datt í huga að það getur verið gott fyrir okkur að ræða hérna, að við þyrftum kannski sameiningu að, sem sagt, það sem vakti fyrir mér þegar ég sendi ykkur skilaboð og það sem ég hef reyndað að vera að hugsa núna mánuðum saman var að við myndum hittast og reyna að hreinsa. Ég hugsi að ég hef ekki hitt þær í svona 25 ár eða ég hef auðvitað séð þær. Nei, býttu. Ég hef reyndar, held ég, bara einu sinni séð Beggu allan þennan tíma. Ég var á leiðinni í garð heima, mér vantaði mold og nokkra blómapotta. Hún var að bíða eftir strætó í Mjóddinni, sat þarna í dúnúlpu og keðjureykti og beið. Af hverju heilsaði ég henni ekki? Við vorum eins og bestu vinkonur. Ég hefði til dæmis getað boðið henni far. En ég rekst alltaf á Lilju, annað slagið. Við brosum. Við heilsumst. Í melabúðinni. Á Ægisíðunni. Í ræktinni út á Nesi. Sæl. Sæl. Svo ákvað ég bara að senda þeim skilaboð á Facebook. Lilja reyndi strax að adda mér en það hefði einhvern veginn verið allt of mikið. Og ég bauð þeim að koma hingað til mín í kvöld. Og auðvitað var það ekki þannig að ég bara ákvað að senda þeim skilaboð á Facebook. Þetta er auðvitað miklu, miklu flóknara. Fyrir ekki nema ári síðan þá hafði þetta aldrei hvarflað að mér. En fyrir ári síðan þá sá ég heldur ekki táknin sem að mér voru send. Ég hlustaði ekki og ég heyrði ekki. Eitt af táknunum var í History. Hann skildi tölvuna sín eftir opna og logandi og ég smellti svona tvisvar, History, show all history. Fyrir ári síðan þá var ég nefnilega í sambúð. Ég skrappa alveg saman í þessari sambúð. Ég misti 3 til 4 sentimetra og ég mýktist. Beinin í mér urðu eins og í barni og svo gerðist eitthvað. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað það var en ég fór að sjá táknin. Þau höfðu alltaf verið þarna og ég leyfði mér að lesa í þau en þau komu til mín alveg í röðum. Til dæmis, það var það síðasta sem hann gaf mér, það voru hlaupaskór. Ég sá að þú varst að lesa dóminn. Ertu hræddur við mig? Ertu hræddur við litla stelpu, aumingið þinn? Ertu hræddur við að komi litla stelpu og lemji þig? Ég er ekkert að hækka róminn. Nei, þetta er engin ofur viðkvæmni. Ég er ekkert í neinu kasti. Sko, ég fer í burtu yfir helgina og því ég kem heim þá verður þú farin. Hundruðinn og hnífarnir, sláttuvélinn, sófasettið og leðursófinn, hátalarakerfið og málverkið hérna á konuna greiða sér. Táknin hafa aldrei verið skýrari. Já, halló, Eyvindur. Segðu mér, Eyvindur, getur verið, kúkaðir þú á stofugólfið? Nei. Nei, þetta er ekkert úr hundinum. Ég veit alveg hvernig þetta lítur út sem kemur úr hundinum og þetta er ekki úr hundinum. Þetta er mannakúkur. Innst inni, Eyvindur, innst inni, þá veist þú alveg að þú kúkaðir á stofugólfið mitt. Þú ert kannski búin að afneita þessari vitneskju og þú trúið jafnvel sjálfur að Kolur, hundurinn þinn, hafi gert þetta til að hefna þín á mér og þess vegna þjáistu, Eyvindur, vegna þess að þú hafnar sannleikunum. Vegna þess að innst innan í þér er sannleikurinn múlbundinn og tjóðraður, fastur. Þess vegna þjáist fólk. Já, þú lærðir mannfræði, var það ekki, Dagný? Félagsfræði. Ég kenni upp í háskóla. Er það svona eins og félagsráðgjöf eða þannig? Já, eiginlega mætti kannski alveg segja það. En hvað með þig, Lilja? Þú varst alltaf svo góð söngkona, ertu ennþá að syngja? Já, ég fór í söngnám en ég hætti samt á öðru ári, varð ólétt og svona. Já, það var ég er samt að spá í að sækja í haust og aðtöku hvort ég get ekki bara klárað þetta.
Ég hef samt ekkert verið að syngja, ég datt einhvern veginn alveg út bara og svo náttúrulega bara mikið með börnin og ég vinn í móttöku á fasteignasölu hálfan daginn og það er mjög fínt. En ég er samt oft svolítið utan við mig eins og ég sé ekki beinlínis í líkamanum eins og einu sinni þá var ég að skutla stelpunni í fimleika. Ég var svipt. Býtu, hversuna var ég eftir að segja frá þessu? Já, vegna þess að ég er svo utan við mig og þetta var bara svona dæmi það, hvað ég get verið utanum við mig og allt í einu vorum við bara komnir upp Borgarnes og vorum bara að fá pulsu. Þú ert félagsráðgjafi, Dagný, hvað á maður að gera þegar maður er sviptur? Sviptur? Hvernig? Bara öllu, sjálfræði, lögræði. Ég veit ekki, Begga, hver svipti þig? Mamma. Systur mína aðalega, það er bara létu svipta mig. Ég skil ekki, þú getur náttúrulega kært dómsúrskurðinn held ég. Já, þá tapa ég örugglega bara. En af hverju varstu svipt sjálfræði, er það hægt? Já, það er bara einhver sjúkleg afskiptasemi, þessar kettlingar ættu bara stunda sína fundi og láta mig í friði. Getur þú tala við þær? Ha, ég? Ég hef ekki hitt mömmina eða týpurina í 20 ár. Heldur að það myndi eitthvað hlusta á mig? Ertu ekki félagsráðgjafi? Já, ég er nú reyndar aðvíu. Aðvíu? Já, mér finnst þetta alveg hræðilegt. Að það skulle vera hægt að gera svona, Jesús. Og hvað, ræður þér það ekki sjálf eða, veistu, ég skil þetta ekki einu svona. Nei, en segðu mér, Begga, er fólk ekki bara yfirleitt svipt eða neitar að fara inn á viðeigandi stofnun? Þannig að ef að þú, Dagný, myndi neita að fara á þína viðeigandi stofnun sem er þá hvað? Háskóli Íslands, eða þú, Lilja, myndi neita mæta á fasteignasöluna þín eða eitthvað .is, eitthvað, þá eru þið líka bara sviptar. En hvaða stofnun átti þú að fara á? Ég skil þetta alls ekki, sko. Vil ég kannski fá kaffi? Æ, nei, guð, ekki svona seint. Áttu kannski te? Bjór? Ekki bjór, nei. En já, rauðvín. Já, ég myndi alveg þykja svolítið rauðvín. Já, auðvitað fá okkur bara glasa rauðvíni. Já. Mér finnst þetta alveg hrikalegt sem þú varst að segja okkur. Ha? Já, ég verð bara svo reið. Já, veistu, ég skil það bara mjög vel. Nei, þú skilur það nefnilega ekki, sko. Eins og áðan á leiðinni hingað, þá var ég að lesa á netinu svona topp 9 lista. Veistu ekkert hvað ég er að tala um? Svona 9 leiðir til að stöðva hlýnun jarðar eða 9 leiðir til að koma hormónunum og jafnvægi, 9 leiðir til að halda karlmanni áhugasömum. Svona 9 liða listi, hefur ekkert séð þetta er rosalega mikið á netinu. Jú, veistu, ég held reyndar að ég veit alveg hvað það tala um. Já, og ég var sem sagt að skoða svona lista núna áðan og ég var bara alveg brjáluð. Hvernig lista? Já, það sem hét sem sagt eitthvað. Já, jú, hérna, 9 leiðir til þess að rústa geðheilsuðinni, býttu, hérna er þetta. 1, að fara ekki í líkamsrækt. Já. 2, taka ekki til heimi á sér. 3, að fá ekki nægan svefn. En er ekki einmitt mikið? 4, að drekka of mikið. Já. Og 5, þráhyggjur og 6, að vinna of mikið og 7, að vera of mikið inni og 8, að einangra sig félagslega og 9, neikvæðni. Já, þetta hljóma nú bara frekar skynsamlega. Skynsamlega? Ok, Lilja, þú varst nú aldrei sá beitast eða sko, sjáðu bara hérna, númer 1. Það geta ekki allir farið í líkamsrækt, sumir eru fatlaðir og aðrir eru lamaðir og sumir eru svo feitir að þarf að hífa það út úr húsi í kranabíl. Sjúkraþjálfun, ekki vera með þetta píp. 2, taka ekki til, taka ekki til, taka ekki til, taka ekki til. Og 3, hvað er nægur svefn og hvenær gerist hann? 8 klukkustundir frá 11 til 7, segi hver. Guð, vinnumarkaðurinn félag, þetta er svo heimskulegt að já, 4. Prófaði að bera þetta upp á Flórida, fundi hjá AA-samtökunum með að stíkt upp á þessu út í Krísuvík. Já, krakkar, það var einn að fá hugmynd, það finnst miklu betra bara að drekka bara minna. Og 5, þráhyggjur, önnur stórkostleg hugmynd. Þú ert með OCD-vinnu minn og kvíðaröskun og sem læknir yðar langar mig til þess að stinga því að því að þú hættir að vera með þessar hvimleiðu þráhyggjur hið snarasta. 6, vinna of mikið, ekki það ég hef nokkra reynslu af því en það hef ég nú bara alltaf verið bótaþegi. Og 7, af þess hef ég meiri reynslu, ekki vera of mikið inni. Úti í kolni eða dimmt óveðri með þig, öryrkinn,
fullkomlega af engu tilefni vegna þess að þú hefur svo gott að því og átt ekki einangraði félagslega sama hvað fólk illa við þig, klestuður utan í liðseildina og skalt fá að halda sönsum. Þetta fer alveg með mig. Mér finnst þetta svo sorglegt. Ég á einn vin, skilur, sem hann með alveg hræðilegan sjúkdóm, ég veit ekkert hvað þetta heitir, en sko, hann bara eitt æxli í framan og alveg brjálæðislega vassfælinn og svona með vindverki og alveg út í hið óendanlega bara. Dagný kemur inn með rauðvínsflösku og konfekt. En þú myndarleg, nam. Og 9, neikvæðni. Hvernig væri annars hægt að halda múgnum í skefjum? Allt þetta kjaftaði bara skrifa til þess að halda okkur þægum, svoleiðis að 1% geti haldið 99%. Brostu, það auðveldara. Hvað bara komin æsingur í ykkur? Nei, Begga bara að segja mér frá grein sem hún var að lesa á netinu. Fáið ykkur. Rosalega þetta gott súkkulaði. Ég var alltaf í aðhaldi og þá fitnaði ég bara, en núna borðið ég bara það sem ég sýnist og ég grennist og grennist. Í alvörunni? Já, þetta sko allt í hausnum á manni. Maður bara fitnar við hvert súkkulaðmóla sem maður neyta sér Ég með svona body dysmorphic disorder. Hvað það? Æ, segðu þetta ekki, Begga. Jú, sko, BDD, ég greindi mig að vísu sjálf, en það eru samt skotheldustu greiningarna, því að þess að maður gerir sjálfur, bara þegar maður að andvaka og ráfar netið í leita skýringu á hinn og þessu vandamáli. Og hvernig lýsir það sér? Ég sé ekki sjálf á mig í speglunum. Hvað sérðu þá? Bara eitthvað ógeð, ég ætla rétt að vona að ég sé með þetta, því annars ég bara eitthvað ógeð. Já, bíddu, þetta ekki yfirleitt svona eitthvað undirliggjandi vandamál hjá fólki sem eru húgt á lýtaðgerðum? Jú, einmitt. Ég myndi einmitt láta lýtalækna mig alveg til andskotas ef ég ætti smá pening, í staðinn þá fæ ég mér bara í glas og stundum þegar ég mjög drukkin, sko alveg á snepplunum, þá finnst mér ég bara vera sæt. Bara svona í sekúndubrot, splass. Ég sæt, svo það farið. Þú ert mjög sæt. Ég veit það. Þess vegna ég að segja ykkur, þetta alveg skotheld greining hjá mér. BDD. Æ, látt ekki svona. Þú ert alveg gullfalleg, Begga. Lómur að segja, ertu með húðflúr? Já. Þetta sko byggt á draumi sem ég dreymdi. En þú, Lilja, þú með tattoo? Nei. Ég með tattoo. Sjáu þið bara pínu lítið. Svona Maríu hæna eða var Maríu hæna. Lekiði bara svolítið fara út allt. Já, þetta orðið svolítið svona eins og fæðingablettur. Mér finnst það mjög flott. Þetta líka góður staður, hérna á öxlinni, þá færði ekki leið á því sjálf. Á hvernig draumi þetta byggt? Þetta auga? Þetta turn að hrynja og neglur að klofna. Vá, mér sýndist þetta að vera brú. Ég held að þetta væri kjaftur að opnast. Eða óbið eftir Munk og þarna Mikki Mús. Já, það alveg mjög opið til túlkunar. Það alltaf þrennt. Þegar Vinnumálastofnun bauð mér starf á TGI Fridays í Smáralindinni, þá afþakkaði ég boðið. Þegar Vinnumálastofnun bauð mér starf á sambýli fyrir þroskahefta í Ármúlanum, þá afþakkaði ég boðið. Þegar Vinnumálastofnun boðaði mig á námskeið sem hét Fáðu betra sjálfstraust í dag 3 upprópunarmerki, þá afþakkaði ég boðið. 3 brot, bæturnar voru teknar af mér. Þrennt. Líf mitt gerist í þrendum. Heimurinn starfar í þrendum og það er helvíti. 1, 2, 3, segið þau við börnin ykkar ef þau eru óþekkt. 1, og ef barni hættir ekkert að vera óþekkt. 2, og ef barni hættir ekkert óþekktinni. 3, og ekkert PlayStation í mánuð, ekkert Coca Puffs í mánuð, ekkert sjónvarp í mánuð. 3, engar bætur, vanefndir í 3 mánuði, húsnæðislaus. 3. Hvernig finnst ykkur annars skotnir mínir? Þeir eru nýir, ég pantaði það á eBay á heildsöluverði. Hvernig finnst ykkur litirnir?
Það voru svo margir í boði, svo margar samsetningar, það tók mig alveg heila nótt að velja og morgunin eftir þurfti ég að fara í bankann. Það voru alveg hrikalegt veður og ég labbaði í gegnum kirkjugarðinn til þess að reyna að fá skjólið. Þið vitið samt alveg hvernig það er að vera svefnlaus í óveðri. Svo mæti ég í bankann og þá segist einhver kettlingatrunta sem er samt örugglega yngri en ég að það verða að lýsa mig gjaldþrota. Mér þykir það mjög leitt, sagði hann. Og það eina sem ég gat hugsað var hvort skórnir væri ekki örugglega á leiðinni. Hvort færslan hefði ekki verið gerð samstundis, hvort þeir væri ekki örugglega á leiðinni til mín með expresspósti. Mér þykir þetta reglulega leitt, vinan, sagði kettlingin. Þá sagði ég bara við hana, ég sagði, veistu það, gamla, nú sparar þú vorkunna fyrir þá sem þurfa á hana að halda, ha? Spara hana fyrir þrælabörnin sem saumuðu skóna sem eru á leiðinni til mín í pósti, eða veistu, spara hana bara komplett. Hvað eiga þrælabörn svo sem að gera við vorkun í hausnum á einhverjum þjónustufulltrúa? Vegna þess að þú vorkennir þeim, hvað sem er bara þangað til að þig vantar nýja hlaupaskó, vegna þess gamla að við búum í heimi þar sem það er ekki eins og hægt að fá hlaupaskó sem fullorðin manneskja á góðum launum hefur saumað, skilur það? Þetta er bara það erfiðasta sem maður gerir að skilja. Nei, ég meina, maður er búinn að vera besti vinur einhvers árum saman og allt í einu er maður bara komin á blokkuningu á Facebook og ekki svaraði síman og ég meina við eigum börn. Já, ég held að þið væri svo góði vinir. Já, við erum mjög góði vinir. Ég var bara að tala svona almennt og það var einmitt það sem ég ætlaði að segja þegar þú greipst fram í. Og við eigum börn og þess vegna er bara svo mikilvægt að halda samskiptunum góðum. Hvernig hefur mamma þín það, Dagný? Hún er dáin. Hún dó fyrir ári síðan. Æ, ég samsýkist. En ömurlegt, hún var svo yndisleg manneskja. Var það? Var hún það? Ég man þegar við... Æ, ekkert. Segðu það bara. Begga rótar í töskunni sinni, dregur upp landabrúsa með rauðum tappa og leggur á borðið. Tekur upp sígarettupakka. Æ, væru nokk til að gera þetta bara út á svölum? Ok, kræst. Er hún svona full? Ég var einmitt að hugsa það sama. Það er alveg fellegt að sjá hana. Þarf maður ekki að vera eitthvað alveg rosalegur til þess að vera sviptur sjálfræði? Jú, ég held að þessi bara gert ef fólk er með mjög alvarlega geðröskun og neitar að fá aðstóð. Heldur nokkuð að hún sé... Nei, Við getum alveg talað saman í gegnum gluggann. Hvað voruð þið að segja? Nei, ég man bara einu sinni, við höfum verið svona 11 eða 12 ára og ég man að mammina Dagnýjar var nýkomin með permanent. Svona alveg pínu litlar, blautar lambakrullur sem lá alveg svona þétt upp við höfuðið. Það var mamma mín. Þú ert að fara að segja söguna því þegar mamma kom að okkur í ruslageymslunni. Við vorum að fara í gegnum rusli og nágrunum hún trompaðist. Hún læst okkur inni og gleymdi okkur síðan alveg sólarhring eða eitthvað. Ertu ekki að tala um það? Nei, ég er að tala um mömmunar Dagnýjar og ég man ekki einu sinni þetta sem þú ert að tala um. Sagan sem ég ætla að segja, hún er bara krúttleg. Við vorum heima hjá Dagnýju og mammina var nýkomin permanent og svo sagði hún að hann langaði til þess að gera eitthvað í garðinum, sitja henni í vorleika eða eitthvað. En manstu hvað gerist þá, Dagný? Muni virkilega ekki eftir þessu? Það var svo sætt. Jú, heyrðu, ég man alveg eftir þessu. Dagný braut sparibökin sinn og svo sögðust við ætla út að leika en fórum í Brynju. Já, þar sem Dagný notaði allan peningin úr spariböknum sínum til þess að kaupa stunguskóflu handa mömmu sinni. Þú varst svo góð, Dagný. Þú varst góð. Nei. Ég vildi bara að mamma mín væri eins og hina mömmurnar sem að voru alltaf eitthvað að stússa í garðinum. Mamma hlær bara að mér. Hún segir að ég sé með ofur viðkvæmni. Ég skil ekki helminginn af því sem hún segir. Hún segir að ef ég væri eitthvað annað dýr, yrði ég undir í lífsbaráttunni. Hún segir að ég væri broddgöltur án brodda, skjaldbaka án skjaldar.
tannlaust ljón. Ég tæmdi veskið hennar og ég pakkaði í skólatöskuna mína. Ég pakkaði sjampói og nærfötum og tannbursta. Morguninn þá fór ég ekkert í skólan. Ég tók strætó á umferðarmiðstöðina og keypti miða til Egilsstaða vegna þess að einu sinni bjó pabbi þar. En svo fór ég að gráta og þá kom eitthvað maður og ég sagði honum allt og þá var lögreglan komin og mamma gerði sér svona væmna við lögregluna. En svo í bílnum þegar enginn sá, þá löðrungaði hann mig ógeðslega fast og sagði að ég hefði ekki enst nema upp á umferðarmiðstöð vegna þess að ég væri broddgultur án brodda, skjaldbaka án skjaldar, tannlaust ljón. Krakki sem getur ekki eins og strokið að heiman, án þess að væla utan í lögregluna upp í umferðarmiðstöð. Ég má ekki flytja til pabba vegna þess að mamma segir að hann sé ógeð. En ég man ekkert eftir honum, nema hann talaði skrítið og hann gaf mér munnhörpu. Hún segir honum sér sama mig og hann eigi nýja konu. Svo fór ég að spá í hvort að eitthvað hérna ætti kannski auka herbergi. Ég borðaði eiginlega ekki neitt og ég er ríkt dugleg í skólanum í öllu nema kannski stærðfræði. En ég geng rosalega vel og ég get alveg hjálpað til með eitthvað. Ég geti kannski passað fyrir ykkur. Eða ég börn, bara svona eins og au-pair. Já, mér finnst þetta samt mjög sætt að barn skildi eyða öllum peningunum sínum í stunguskóflu handa mömmu sinni. Mér finnst þetta eiginlega frekar sorgleg saga eins og hana í ruslakompunni. Já, ekki tala það, Begga. Ég man ekkert eftir neinni ruslakompu. Var ég með? Þú áttir hugmyndina þessu að fara að sjá hverju fólk hendi í gegnum ruslalúna. Það byrjaði samt bara á því að við vorum eitthvað að leika okkur og við settum bánsan okkar á milli hæða í bandi og... Já, oj bara. Ég man ekkert eftir þessu. Nei, en manstu eftir þessu með páfagauki minn? Ó, guð, það er örugglega mín versta minning. Nei, elska mín, það er ekki versta minningin þín. Bestu minningarnar mínar eru frá því þegar við 3 fórum í sund og vorum alveg allan daginn að busla og fengum okkur svo pulsu. En allavega, þetta með fuglinn, það var alveg svakar. Já, hún var líka bara óviti. Já, örugglega, en það er samt á vissan hátt lýsandi. Þú þarft ekki að rifja þetta upp, Begga. Við munum þetta alveg allar, þetta var slys. Og ég vissi ekkert hvað ég var að gera. Nei, enginn okkar fattaði hvað myndi gerast. Ég elskaði þennan fugl, ég dýrkaði. Já, ég skildi bara ekkert hvernig hann andaði og ég ruglaðist vegna þess að fiskar anda með tálknunum og þá hélt ég að fuglar önduðu með vængjónum og einhvern veginn undan þeim eða þú veist, ég var bara krakki. Já, þú drafst það. Þetta er andstyggilegt. Þú veist alveg hvað ég var með í minna eftir í marga daga. Þú veist líka að ég fekk algjört sjokk. Já, þetta var samt páfagaugurinn minn. Og eftir á þá létu allir eins og þetta var eitthvað rosalega mikill harmleikur fyrir þig. En veistu, það var ég sem misti. Já, henni þykir þetta mjög leitt. Já, það er eiginlega bara miklu verra. Hún er svo sorry að það gleyma allir að vorkenna mér. Það gleymir aldrei neitt að vorkenna þér. Vitið þið, það er bara eins og sé aftur hann 10 ára. Mér heimlega verkjar í tíkarspenna á því að tala við ykkur. Já, alveg rétt. Hvað var aftur máli með hárgreiðsluna þína, Lilja? Þú varst alltaf greidd eins og mamma en var einhver nasistakelling alveg með 5-faldar fastafléttur og 1.000.000 spennur og... Burkni. Við erum ekki í helli. Við erum í ruslakompu. Undir blokkin hennar Beggu. Þetta er Burkni. Er hann úr plasti? Hann vex úr sprungu. Moldin á gólfinu er blaut. Ég er pínu hrædd. Á ég að segja ykkur sögu? Ekki óhugnulega sögu. Hvernig sögu? Hún er 3 systur. Hvaða systur? 3 systur sem eiga hesta. Hestarnir fara með þær í skólan á morgnana og bíða fyrir utan meðan þær eru að læra. Og svo fara þeir með þær aftur heim eftir skólan og alla leið inn í íbúðina þeirra sem er byggð þannig að 3 hestar komast auðveldlega allt. Hvað er það gamlar? Það eru 15 ára. Er það allar 15 ára? Er það þríburar? Nei, það eru systur. En hvernig geta þær allar verið fættar á sama árinu eða þær eru ekki þríburar? Þetta er bara saga, vil ég ekkert vita hvað gerist. Hvað gerist? Það er drepa hestana. Ha? Af hverju? Engin veit hvers vegna, það er bara að drepa þá. Og hvað gerist þá? Ekkert, ekki neitt, sagan er búin.
Þetta var ömurleg saga. Glötuð saga. En hvað segja foreldrar þeirra? Ég veit það ekki, það gerist eftir að sagan klárast. Ég skil bara ekki hvers vegna þær drápu hestana. Hvernig gerðu þær það eiginlega? Þær kæfðu þá. Bældu þá niður og kæfðu þá. Úff. Má ekki bjóða ykkur eitthvað? Já, netluté, viljið netluté, það er rosa hreinsandi, gott fyrir mann. Viltu þannig, Lilja? Nei, takk. Just give me some champagne, some cocaine and some sausages. Ég ætla að fá mér netluté. Mér er svo merkilegt að hún sé orðin prófessor. Hún er aðjúkt. Af hverju? Nei, bara, ég hefði einhvern veginn ekki trúið því. Hún var til dæmis svo léleg í öllum raungreinum, manstu? Var það ekki bara ég sem var svo léleg í öllum raungreinum? Já, en þér var alltaf alveg sama svona skóladót, minni ég. Hvernig veist þú það? Hvort mér var sama? Vegna þess að þú sagði mér það. Já, minnið er alveg jafn óáreiðanlegt og draumar. 3 manneskjur muna atburð úr fortíðinni en enginn þeirra man það sama. Hvað meinarðu? Vegna þess að það er að rifja atburðinu upp reglulega og í hvert skipti hafa bæst við atriði úr aðstæðum sem þær voru í þegar það rifjuð upp og þannig að jakki sem var grár, hann hefur orðið bleikur, blár, grænn, gulur, brún, allt eftir því hvað blasti við augunum þegar það er rifjuð upp jakkana. Við hittum sem sagt, þú segir við mig, manstu þegar þú varst í myntugræna jakkanum, hann var myntugræn eins og uppáhalds tepollin mín, hann var brún, segi ég, brún eins og eldhúsinu ekki hennar mömmu. Nei, hann var hvítur, segi þó Dagný, hvítur eins og gardínurnar á biðstofu heimilislæknisins. Öllum finnst okkur við verið að segja sannleikann en enginn hefur rétt fyrir sér. Ef jakkin er ekki lengur til og það náðist aldrei á mynd, þá er vitneskjan glötuð, sannleikurinn er nefnilega ekki til. Fórst þú aldrei í menntaskóla? Eða svona kvöldnámskeið eða eitthvað? Nei. Og ertu þá ekki með stúdenspróf? Nei, og það er auðvitað sorglegasta staðreind lífsmíns, Lilja. Þar kjarnast harmurinn. Langaði að skrópa í dag? Nei, mamma sagði ég þyrfti að taka 7. bekk 2 svar ef ég næði ekki vorprófunum. Gerðu það, Begga. Við getum tekið strætó ofan í bæ og farið í Amazon. Ég er bara komið svo hrikalega mikið aftur úr öllu. Við getum farið í Kringluna og ná okkur pening í gosbrunnum. Nei, Lilja. Ég ætla að hætta að leika við þig og svona leiðileg og ég segi Dagný, þú veist. Nei, þú mátt ekki segja henni. Ég segi henni bara víst og ég segi mömmuðinni að þú svindlaðir á náttúrufræðiprófinu. Dagný kemur aftur inn, Lilja skríður hægt sviðið. Af hverju skríður hún svona sviðið? Ég held hún sé kannski bara að fara varlega. Er það ekki, Lilja? Ertu ekki bara að fara varlega? Jú, bara til að ekkert brotni. Ég verði aldrei andvaka yfir þessu. Er það ekki? Ég man ekkert eftir. Ekki heldur. Ég man allt. Sko, þú, Lilja, þú varst alveg í rusli út af einhverjum gæja, Pétur hérna, hann kallaður Salti Pési og Nanna var að ríða honum. Nanna! Ekki það, ég verð ekki ofta andvaka, en það er bara vegna þess að ég get ekki alveg slakað á andlitsvöðvunum. Kjálkinn svona læsist alveg. Já, sko, einmitt, ég líka. Ég með alveg rosalega svona fótaóeirð, bara sparka og ég bara sparka upp sænginni og svo þegar ég að sofa með svona sérstakaðan góm vegna þess að ég gnisti tönnanum alveg geðveikt, sko. Hafið þið annars eitthvað hafið þið verið í einhverju þerapíu eða svona andlegri vinnu? Mér dreymir stundum að ég taki utan punginn á Halldóri og ég kristi og bora nöglunum inn í punginn og rífi kúlurnar úr sekknum og tróði þeim upp í mig og bryði þær á milli tannana. En hann finnur ekki fyrir neinu. Já, sko ég get alveg trúað ykkur fyrir þessu en ég bið ykkur samt að fara ekki með þetta lengra. Fyrir rúmu ári síðan þá fór ég að hitta fagmannesku og í framhaldi af því þá byrjaði ég í svona mannræktarsamtökum sem allavega ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur og bara fólk almennt að horfast í augu við fortíðina og takast á við sjálft sig og andlegur þroski og læra og þannig. Það var Begga sem lét mig skrópa. Hún sagði að ég var lúði ef ég myndi ekki skrópa með henni og hún lamdi mig. Hérna, sjáðu, ég er með marblett.
Ég mæti Dagníu stundum út á götu. Hún heilsar mér, lyftir hendinni svona stans. Mér langar svo til að tala við hana. Ég brosi og hún kippist aðeins í andlitinu svona. En ég hef bara einu sinni séð Beggu. Það er alveg mörg ár síðan, held ég. Ég fór í Netto út á Granda miðjanótt vegna þess að ég gat ekki sofið og það var ekkert til og mér bara leiddist og ég tók bílinn og var bara á sloppnum samt alveg þykkum slopp. Mjög fínum eiginlega. Og ég var bara heillengi að skoða eitthvað í búðinni og ég man að það var svo sorglegt lag sem hún spilaði þarna Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Og ég bara glemdi mér svolítið og ég fann svona bakka með sushi-bitum og ég settist bara aðeins og ætlaði bara að smakka nokkra bita og ég var bara allt í einu búin úr bakkanum og andlitið á mér var allt blautt. Og mér langaði heim en samt langaði mig ekkert heim og ég var bara að hugsa þetta. Að langa eitthvað en samt ekki og hvað það getur verið mikið klemma og ég gleymdi alveg að ég var búin að borða allt þetta sushi. Ég ætlaði bara að flýta mér út úr búðinni og það var verið að spila lag eitthvað þarna 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. I'm gonna swing from the chandelier og allt í einu þá fannst mér birtan svo óþægilega þarna inn og ég ætlaði bara að drífa mig út en þá kom öryggisvörðurinn og var rosa reiður og spurði hvort ég ætlaði ekki að borga fyrir sushið og hvort ég ætlaði virkilega að keyra heim í þessu ástandi. Hvað ástandi? Spurði ég og öryggisvörðurinn kallaði mig sóbríldömu í kalltæki sitt. Sóbríl? Hvað? Sagði ég. Ég veit ekki einu svona hvað það þýðir og þá sá ég Beggu. Hún kom inn í búðina og ég get svo svarað að hún var alveg hvít í framan. Hún sá mig ekki, hún sá ekki neitt. Hún var bara alein, bara í einhverju leiðslu og öryggisvörðurinn hótaði að hringja á lögregluna og ég var ekki einu svona með veskið mitt. Og ef þú meina lyfið sóbríl, þá hefði ég ekki notað það síðan ég var ólétt af Rósu. Á hverju er ég? Ég er ekkert á neinu. Og hvert fór Begga? Okkur var sloppurinn hennar allur blautur. Það draup á honum eitthvað ógeð, það var ógeðslegt. Ói. Dagný tekur páfagauk úr búri, heldur honum í lófanum og stingur síðan höfðinu upp í sig og bítur. Tyggur lengi og kyngir. Hæ Pési, hæ. Ég þarf vel að tala við þig. Hvað? Okkur. Okkur? Já, ég erum við ekki lengur saman? Saman? Hvað meinarðu? Vorum við einhvern veginn saman? Já, ég held að við... Hvað, ertu meinus kærustpar eða? Já, því að þú sagðir að... Ertu að meina vegna þess að við riðum á 17. júní, bak við kamarinn honni bæ, eða, býtu, varst það ekki annars þú eða? Ha, jú, það var ég. Já, sorry ef ég er eitthvað misskilja, en ég held að það hefði bara verið svona RB-dæmi. Já, ég er svo hrifin að þér. Já, ég er sko með nönnu. En já, þetta er ekkert persónlegt, sko. En af hverju viltu freka vera með henni heldur en mér? Viltu endilega vita það? Já, ok, bara vegna hún er bara flottari heldur en þú. Já, geturðu samt kannski bara útskýrt það í smáatriðum? Hvernig þá? Bara, það alltaf góð lykt að henni og svo er hún með stærri brjóst og bara samsvara sig betur en þú. Já, en getur þú samt útskýrt það aðeins betur?
ok, sko, ég man til dæmis alveg eftir þér og Gaggo, þú ert í 9. bekk, eða ekki? Ha, jú, já, sko, það er ekki að andlita á þessu ekki fínt, þú ert alveg með fínt andlit og svoleiðis, en þú bara berði ekkert rosalega vel og svo bara einhver svipu sem þú setur upp sem er alveg hefi fráhrindandi. Ha, já, getur þú útskýrt það aðeins betur? Já, ok, þú ert svona gella sem að maður ríður alveg á fyllirí en ekki svona sem að byrja með. Er vond lykt að mér að, nei, ekki bara eins vond heldur, ekkert góð heldur, eiginlega bara svona, þú ert eiginlega bara svona svolítið þannig, svona hvorki né. Ha, hvernig þá? Getur þú verið aðeins nákvæmari? Sko, þú notaði líka tennurnar svo mikið. Það var bara eitthvað rosalega gott að vera með þér ef ég á að segja alveg eins og er. Ha, hvernig þá? Þegar við kystumst eða? Já, þegar við kystumst og líka þegar þú varst að totta mig. Já, ok, þannig að ég meitti þig. Já, eiginlega. Og svo varstu bara svolítið uppáþrengjandi eftir og andfúl og svo ertu með bara frekar slæma húð, sko. Ha, hvernig þá? Slæma húð? Ekki með bólur kannski, en alveg fílapensla og þurrkubletti og bara áferðin eitthvað svo hristru. Ha, ok, geturðu útskýrt þetta aðeins betur, þetta með húðina? Já, ok, býtu, hvernig get ég? Ok, húðina er eins og pínu laus og kannski er það ekkert húðin sem er vandamáli, heldur það sem er undir húðinni. Kannski vantaði bara vöðva eða eitthvað og þetta er eitthvað svo slöpp. Ha, hvernig þá? Geturðu útskýrt þetta aðeins betur? Veistu, Bekka, ég væri alveg til í eina síkó, bara ef þú mátt missa. Bekka lítur ofan í pakkan, réttir Lilju eina sígarettu. Væri ykkur sama ef við færi út á Svalir? Glæta. Ha, jú, við förum bara út á Svalir, Bekka. Kveiktur í og loka þessu á glugganum, mér er eitthvað svo kallt. Ekki loka glugganum, Lilja. Ha? Lokaðu glugganum! Að hreinsa, segirðu. Að þrífa baðherbyggi, skil ég. Að þrífa klósett, skil ég. Að þvo á sér fæturnar, raskatið, skil ég. En maður hreinsar ekki burtu tilfinningar. Og þá sérstaklega ekki tilfinningar annara varða sameiginlega fortíð í sameiginlegu þrifnaðar átaki í orði yfir tebolla. Eða viltu kannski bara færa þér einhverja ákveðna tilfinningu núna? Hvernig viltu hafa hann í laginu? Hvernig viltu hafa hann á litin? Þú vilt væntanlega ekki að hún heitir Skömm eða nokkuð? Viltu kannski... Ég hélt bara kannski... Að við gætum horfst í augu við... Já, ég hélt að við gætum... Og hvað gerist þá? Þá kannski myndum við... Nefrósarnar okkar myndu rakna upp og úr litrík ullarbönn sem við getum prjónað úr peysur þannig að okkur er aldrei fram að kalt. Eða hvernig sérðu þetta annars fyrir þig? Nennir að hætta keðjureykja í íbúðinni minni. Ég átti líka einu sinni mann, svona eins og þið. Við bjuggum saman í 5 ár, heimi á mömmans. Í geymslun hennar í kjallaranum. Það var ekkert klósett, þannig að við pissuðum bara í niðurfallið. Kom ekki vond lykt? Jú, og svo var þetta í sameign, þannig að það voru alltaf allir alveg brjálaðir. En pínlegt? Já, þetta var frekar pínlegt. Svo var því ólétt. Nú? Já. Það gekk ekki, það er ekki hægt að eignast barn þegar maður á ekki einu sinni klósett. Fórstu þá í fóstureyðingu? Já. Og svo fór hann í fangelsi. Og þá hendi mammans mér út. Svo var ég svipt. Æ. Já, sorry stelpu hvað ég er mikill bömmer. Úff, hvað þú hefur verið óheppin í lífinu. Óheppin? Já, ég meina... Já, jú. Ég hef bara verið mjög óheppin. Fyrst þið vitið og allt það og síðan allt hitt. Bara mjög óheppilegt allt saman. Ég held ég viti kannski lögfræðing sem getur hjálpað þér. Æ, Dagný, gott sætt. Allar að hjálpa mér að verða sjálfráða. Ég get allavega að tala við hana og sé hvort hún getur gert eitthvað, svona pro bono. Já, nei takk, ómögulega. Hún er bara að reyna að hjálpa þér, Bekka. Já, ok, æðislegt. Og hvað vill hún fá í staðinn? Í staðinn? Já. Ekkert. Ég vil ekki neitt. Manstu eftir því, Lilja, þegar hún gaf mér lafði lokkaprúð prinsinn. Nei. Það var vegna þess að ég sagði þér ekki að hún drap Kermit. Var það hún sem tók Kermit? Já, hún fór með hann út í garð
kveikti í honum, grillaðan eins og pulsu. Kermit, skilaðu prinsinum. Sérðu, þessi ótugt í grunneðlinn hennar. Ef hún hjálpar mér, þá þarf ég að gera eitthvað í staðinn. Svona lagað breytist aldrei. Komdu með prinsinn. Þú svo djöfull treg, Lilja! Já, ég skil bara ekki hversu nú þurft að kveikja í Kermit. Vegna þess að þannig fólk. Fólk brennir uppáhalds leikföng bestu vina sinna vegna þess að þannig fólk bara. Skilaðu prinsinum. Þú kjaftaðir. Uss! Ég reyni alltaf að finna björtu hliðarnar. Nei, bara vegna þess að það hefur svo oft hjálpað mér. Muni til dæmis eftir Pollýönnu. Hún var lömuð fyrir neðan háls og bjó hjá andstyggilegu fólki, en það var samt allt í lagi vegna þess að í glugganum héngu kristallar sem sólin skein svo fagurlega á og það komu glampar og alls konar litir. Ég kem inn í herbergið hennar, þar sem hún liggur alveg lömuð og slefandi og horfir á ljósgeislana glitra í kristallanum. Og ég sest á rúmstokkinn. Hvað gerirðu? Ég strýk henni vangann. Og hvað gerirðu svo? Ég stend aftur á fætur og ég geng að glugganum. Og hvað gerirðu? Ég tek kristallana úr króknum og ég set þá í veskið mitt. Hvað svo? Ég fer. Pollýan ein eftir í herberginu en núna engi kristallar lengur. Bara auð veggir og andstyggilegt fólk og lömun. Hún hefur alltaf sólina. Sólin skín ennþá inn gluggann. Nei. Hvað meinarðu nei? Sólin kemur alltaf upp á morgnana, alltaf. Ekki í þessari sögu. Begga þambar úr landabrúsanum, því næst kreistir hún safa úr svalafernu í 3 glös og setur piparbrjósykur úti. Gef mér súp. Róleg, vina. Það er verið þessum buxum. Hvað, það eitthvað skrýtnar eða? Nei, bara kannski dálítið pokalega, þú veist samt dálítið sæt, sko. Veistu hvort hóran verður hana? Ef hún þarna á tryllist ég. Þú veist hvað rúst henni fyrir, með stáltá og allt. Og hvað ég nenni ekki að drekka þetta ógeð, alveg saman hvað maður gerir, þetta bragð fer ekki. Nanna búin að vera að ljúga upp á mig. Nei. Í tussan. Hverju? Bara alls konar ógeð. Pési heilsar mér ekki eins og lengur. Og hvað hún að segja? Bara, hún sagði að ég hefði tottað Addo á augabrúna meðan hann og Karin voru saman og svo sagði hún að ég get ekki eins og sagt það, oi hvað ég hata hana. Hvað sagði hún eiginlega, Lilja? Hvað ætli gerist ef maður reykir Panodil? Það gerist ekki neitt. Það þarf að vera Parkodín og þá þarf maður að gleypa frekar marga með Magic. Á ég að segja hvað Stína sagði mér reiknum í gær. Mínistína eða Stína ljóta? Hvað sagði hún? Stína ljóta. Hún sagði mér að Nanna og Ninja hefði verið með partí síðustu helgi. Og öllum var boðið nema okkur. Tussustöppur! Og hún sagði líka að það hefði verið að leika okkur og öllum hefði fundist það eitthvað mega fyndið. Leika okkur? Hvernig það? Og hún sagði ekki, bara eitthvað. Og svo var ég veist alltaf að segja að við varum að selja okkur fyrir sjóveikipillur og drepast í frönskum togurum og eitthvað svona ógeðslegt rugl bara. Ég var líka bara, hei Stína ljóta, þú veist alveg að ég og Begga erum báða hreina megar og Pési eini gaurinn sem Lilja hefur verið með. Sagðirðu henni að ég var með Pésa? Æ, come on, það vita það allir. Eru þið byrjar að finna á ykkur? Já, en það geti samt alveg sem verið lygi, alveg svo allt hitt, þú veist. Það engin ástæða til að staðfesta það svona. Æ, sorry, ég er bara eins og ykt þreytt ára alltaf köllu Merla, bara vegna þess að þú varst með einhverju gibba 17. júní. Ég meina, hvað var stela spá? Þú veist alveg hvernig hann er. Já, en hún sagði sko líka að, hún sagði að ég hefði verið með Bjössa Bollu og Magga Fáita og að þeir hefðu, þú veist, ég skil ekki einu svona hvernig hún getur hugsað svona mikið ógeð. Hvað hefur að gera? Ég veit það ekki. Ég ætla aldrei aftur í skólan. Það trúar örugglega allir þessu ógeð. Hún er sikk vibbi, ég hata hana. Jöfusins tussan. Ef við hittum henni kvöld, þá ætlum ég að tala við hana. Tala við mig, þetta fuckings eyðileggja, fuckings helvitis heimskulega rotta fuckings andlit á henni. Heldurðu mamma eins í sofnuð? Já, pottið. Ef að fara hann í bæ. Auðvitað. Hún tók pillu og rotuð alveg þótt til í fyrramáli. Drífum okkur bara að finnum þessa helvitis hóru og drepum hana! Æ, en mamma gæti alveg fundið upp á að hringja, sko. Ekki eftir miðnætti, Lilja, ekki séns. Förum bara. En ég er öll útgrátin. Má ég fá púður?
Segjum sem svo, Lilja, að ég, þú og Begga færum ofan í bæ núna og værum orðnar svolítið út úr, þú veist, og reiðar út í stelpu sem er byrjuð með kærastanauðinum vegna þess að hún er búin að vera að ljúga upp á þig. Segjum sem svo að við værum 15 ára, að við værum bestu vinkonur frá því í fyrsta bekk og við værum eiginlega svolítið eins og systur. Segjum sem svo að leið og við kæmum niður í Bankastræti og mættum við henni og hún væri einsömul, alveg jafn útúr og við og búin að týna vinkonu sínum og úlpunni sinni. Og þegar við sæjum hana, þá sæjum við ekki litla stelpu sem væri búin að týna öllu og stæði allir í lappirnar. Við sæjum dreka sem þyrfti að berjast við. Segjum sem svo að við kipptum henni á bak við stjórnarráðið, að við hrintum henni í grasið, að ein okkar væri með stáltá og enginn okkar mundi nákvæmlega hvað gerðist. Eða enginn vissi hver reif í hárið nákvæmlega hvenar eða hver sneri upp á hvaða handlegg eða sparkaði aftur og aftur og aftur og gat ekki hægt að sparka. Og sólin settist aldrei þessa nótt vegna þess að það var í júní. Það varst þú sem kipptir henni þarna bakvið. Það varst þú sem sparkaðir í hnakkan á henni. Það varst þú sem áttir hugmyndina að þessu. Það varst þú sem varst með stáltá. Það varst þú sem vildir að við lemdum hana. Það voru þið sem réðust á hana. Við sáum dreka. Við vorum 3 systur á hestum. Með sverð. Og við þurftum að bjarga konungsríki. Hvaða konungsríki? Bara einhverju. Það er síki utan mig hvert sem ég fer. Fullt af mannætu krókódílum sem éta gestina mína. Ég er læst inn í turni og ég er búin að snoða mig. Ég þarf að sofa að eilífu vegna þess að ég er svo ljót að enginn vill kissa mig. En það sem ég fannst ég kannski læra á söllu, þessum skilnað og þessu áfalli sem ég var fyrir, er að manneskjan gengur ein í myrkrinu og allt annað er lygi. Skiljið hvað ég á við? Ég er auðvitað að tala í metafóru, svona myndlíkingu. Já. Jú, alveg bara 100%, 110. Já. En ég skildi samt líka að í myrkrinu er tunglið og að tunglinu fylgir tunglskinn. Skiljið hvað ég er að fara? Já. Ég á bara við að tunglskinn er eins konar birta líka. Og ég er ekki að tala í eiginlegri merkingu, heldur svona tákgrænt. Já. Svo er maður bara stundum í þéttum frumskógi eða helli eða í tunglmyrkva eða það er bara alveg mögg skýjað. Ég man einu sinni. Og þá er kannski betra að halda í höndina á okkurum, helst með báðum. Þó að maður segir þetta aleinn alltaf, þá getur kannski verið svo gott að finna að einhver annar er líka aleinn, en bara við hliðina á manni í myrkrinu. Helst báðum megin við mann. Ég man að við höfðum alla fengið eins náttföt í jólagjöf og okkur var svo gaman að vera eins. En allavega, það sem ég man eftir er að 3 riddarar festast í Fenjaskógi og það eru trjágreinar sem eru slöngur sem reyna að kyrkja þær. 3 riddarar festast í Fenjaskógi og trjágreinar sem eru slöngur sem kyrkja þær. Riddarar, Fenjaskógi, slöngur, kirkja. Manstu Dagný, þegar þú bjóst okkur í stofunni og við vorum allar í eins náttfötum, gráum með litlum bleikum doppum. Við höfum allar fengið eins náttföt í jólagjöf og okkur var svo gaman að vera eins. En þær eru með venjuleg sverð og leysersverð og byssur og í skoteldum vestum og með brynju og hjálm.
Í dimmum fenjaskógi. Þær straukaði heiman og stálu riddarabúningum pappa sinna og þær viltust bara smá. En þær komast alveg úr fenjaskóginum með því að höggva allt bara í spað með sverðunum sínum. Og hvað gerist þá? Þær hitta dreka. Ói, nei. Eru þær á hestum? Býtu, það kemur bráðum. Þær höggva drekan í þrennt og það er alveg agalegt, en svo breytast afhognu drekabútarnir í sjálflýsandi hesta. Alveg græna og hreistraða og glóandi með svona klofnar snákatungur og þá eiga þær hesta. Eins konar drekahesta sem eru miklu betri en venjulegir hestar og geta flogið. Vá. Og hvað svo? Nú þær eru bara í toppmálum með brynjur og sverð og hesta. Og það er bara svo gaman hjá þeim. Heysast í tunglsljósinu og hlusta á Guns N' Roses besta. Alveg bara þangað til barnaefni byrjar í fyrramálið. Barnaherbergi í fjarska, óumbúðið rúm, sól skín inn glugga, plaköt á veggnum, Michael Jackson, Bad, Michael J. Fox, Back to the Future, Axl Rose, hvítur hestur. Á gólfinu situr skuggi af 9 ára gamallri stelpu. Hún snýr baki í áhorfendur, niðursokkin í leik. Skugginn er líka eins og gat í myndina. Gatið, skugginn minnkar, skreppur saman, þar til barnaherbergið er tóm stillimynd. Myrkur.